Rebekka Kunis listakona og myndlistakennari frá Sviss en hún hefur búið á Akureyri síðastliðið ár. Hún kom fyrst til Íslands fyrir 20 árum síðan til að vinna á bóndabæ og féll þar strax fyrir landinu. Ég heiti Rebekka og ég frá Sviss. Ég búin að vera myndlistakennari þar og ég kom til Íslands fyrir 1 árum. Það var ekki fyrsta skipti sem þú komst til Íslands? Nei, ég kom hingað í fyrstu skipti fyrir 20 árum. Ég vann á bænum í Suðurlandi og ég kom 2 sinni þar. Ég að vinna með hestum og líka í, það var ferðaþjónustu þar með gestahús og ég bara elskaði Íslands. Byrjaði að elska Ísland þar. Og svo leið langur tími þangað til þú komst aftur? Já, ég var bara í nám í Sviss og svo byrjaði ég að vinna og kom aftur fyrir 4 árum til að ganga og svo byrjaði það aftur að ég var það koma aftur og aftur og svo ég ákvaði að bara flytja. Og hvað var til þess að þú ákvaðst að koma til Akureyrar? Það var þegar ég var að ferðast. Ég kom til Akureyrar og mér bara líst mjög vel hér. Það nóg stórt til að kynnast fólk og það eru kaffehús og allt, kultúr, svolítið. En það samt í náttúrunni. Ekki eins og Reykjavík. Ég var ekki að koma hingað frá Zúrich til að vera í Reykjavík, svo hér ég í náttúrunni. Og já, svo ég ákvaði að koma til Akureyrar. Og náttúran, þú vinnur svolítið með íslenska náttúru í þínum listaverkum. Já, ég að ganga mikið með tjald, bara að ganga í meira en 1 daga og ég geri ljósmynd þar og ég nota það til að teikna aftur. Bara að vera aftur í landslagi þegar ég að teikna. Þú komst hingað til Íslands og varst hér yfir vetur í þeirri von að það myndi lækna þig af Íslands áráttunni. Já, ég hugsaði að það alltaf dimmt og kalt og svo kannski ef ég kem hér í vetur ég verð ekki að koma aftur alltaf. En það virkaði ekki. Svo ég ákveði að flytja. Þann 11. júní opnar Rebekka sýningu í mjólkurbúðinni á Akureyri en það hennar fyrsta einkasýning á Íslandi. Á sýningunni eru myndir sem Rebekka hefur teiknað af íslenskri náttúru en eins og áður sagði fer hún í langar gönguferðir, tekur þar ljósmyndir af náttúrunni og teiknar svo eftir ljósmyndunum. Það eru teikningar sem ég geri með kúlupenna og mikið. Så det erfitt á íslensku. Ég skipta til ensku. Yes, I like lines. I'm drawing a lot with just lines, very detailed in a way. Maybe it looks naturalistic from far away, but if you go closer, it's just a lot of lines. Lines always have a direction, so you can bring some movement in it, but it's not closing the surface like a flat area, so it's also possible to get some depth by layering. And yeah, I'm kind of a line junkie, I sometimes say. At the moment, it's all Icelandic nature. I did other things, of course, but that's just what I did for the last 2 or 3 years. Sometimes also some small images of little tents, or kind of little tents, and I'm sure I'm going to do other things again, but right now it's just what interests me most. And what is it about Iceland?
I just feel this connection with the countryside. It's very physical. It's like I feel kind of a movement, or it's like living here, the countryside. While for example in Switzerland it seems all kind of static to me and kind of occupied by maybe so many people or history or buildings, and here it's something just more elementary, and it's like I feel a small vibration in a way when I'm outside, which, yeah. And you have a lot of upcoming projects and a lot to do in the next months. Yeah, I'm having this exhibition in Molkerbuden, and yeah, I'm working in Backpackers also, and then I'm going to hike again, of course, collecting some photographies and just enjoying nature. And in fall I'm starting to teach in Mentascuola art, and see what else is coming up. Voilà, je m'en retourne aux autres qui m'aiment et que je n'aime pas.